Björgólfsfeðgar Karl Wernersson og Magnús Þorsteinsson millifærðu milljarða í erlend skattaskjól þegar Glitnir var þjóðnýttur. Björgólfur Thor Björgólfsson, Björgólfur Guðmundsson, Karl Wernersson og Magnús Þorsteinsson millifærðu milljarða úr straumi yfir í erlend skattaskjól á sama tíma og tilkynnt var þjóðnýtingu Glitnis. Gunnar Örn Jónsson segir okkur frá. Sama dag og tilkynnt var að íslenska ríkið myndi eigna 75% af hluti í Glitni hófust millifærslur á peningum frá straumi og yfir á reikninga á fjölmörgum skattaskjólseyjum. Hátt í 100 reikningar voru stofnaðar á skattaskjólseyjunum á að minnstakosti 2 vikum eftir þjóðnýtingu Glitnis. Björgólfsfeðgar Karl Wernersson og Magnús Þorsteinsson voru umsvifamiklir í þessum fjármagnsflutningum. Að auki voru flutti peningar og reikninga í eigu eignarhaldsfélaganna Samson, sem var eigu Björgólfsfeðga, og Milestone, sem var eigu Karls og Steingríms Wernerssona. Fleiri einstaklingar og eignarhaldsfélög áttu auk þess hlut að máli. Millifærslurnar voru allar í evrum og bandaríkjadölum og hljóðaði hver millifærsla upp á 100.000 og milljónir í viðkomandi myntum. Samkvæmt heimildu fréttastofu nam fjármagn að minnstakosti 70 milljónir evra en það eru 12,5 milljarðar króna. Umræddar skattaskjólsparadísir eru meðal annars Caymaneyjar, Tortóla, Bresku Jómfrúreyjarnar, Bermuda, Luxemburg og Hong Kong. Samson Global Holdings, félagi eigu Björgólfsfeðga, átti á þessum tíma ríflega þriðjungi í straumi. Björgólfur Thor var jafnframt stjórnarformaður Straums. Þeir feðgar fóru fram á 3 milljarða króna afskrift á dögunum hjá Nýja Kaupþingi og Magnús Þorsteinsson fluttist til Rússlands skömmu áður en héraðsdómur Norðurlands eystra úrskurðaði hann gjaldþrota þann 4. maí síðastliðinn. Í byrjun þessa mánaðar var gerð húsleit í höfuðstöðum Sjóvár og Milestone varðandi hugsanlegar ólöglegar fjárfestingar úr bótasjóði Sjóvár. Að auki var húsleit gerð á heimilum stjórnenda allra fyrrverandi stjórnarmanna Sjóvár og var umræddur Karl Wernersson þar á meðal. Nánari útskýringar hvernig fjármagn flutt til svokallara skattaskjólseyja og hvernig fela má slóð og uppruna peninga sem þangað eru fluttir má sjá á fréttavefnum visir.is. 2 fyrrverandi forstjórar Glitnis fluttu 100 milljóna króna af reikningum sínum í bankanum skömmu áður en hann var ríkisvæddur. Þetta kemur fram í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Ernst & Young sem rannsakaði Glitni eftir hrunið. Lárus Velding og Bjarni Ármannsson fluttu 100 milljóna króna af eigin reikningum í Glitni rétt áður en bankinn var ríkisvæddur. Í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Ernst & Young kemur fram að hluti peningana hafi verið fluttur úr landi. Í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Ernst & Young sem rannsakaði Glitni eftir hrunið kemur fram að þáverandi forstjóri bankans Lárus Velding og fyrrverandi forstjóri Bjarni Ármannsson millifærðu mörg 100 milljónir króna af reikningum sínum í Glitni í september í fyrra. Í skýrslunni sem ekki hefur verið gerð opinber en fréttastofa hefur undir höndum að hluta segir að Lárus hafi tekið út 318 milljónir af reikningi sínum. Engin færsla úr landi finnst á hans nafni en nokkuð hærri fjárhæð 325 milljónir króna voru færðar til Bretlands í nafni eiginkonu Lárusar. Bjarni Ármannsson flutti 262 milljónir króna í nokkrum færslum út af reikningum sínum í Glitni í september samkvæmt skýrslunni. Stór hluti fór inn í sjóði. Stærsta millifærslan nemur 85 milljónum króna og var framkvæmt tæpri viku áður en Glitnir var ríkisvæddur. Önnur færsla nam tæpum 11 milljónum íslenskra króna og var færðin á reikning í Nordea banki í Noregi. Í skýrslunni eru peningafærslurnar raktar frá Glitnisreikningnum sem norsku krónurnar voru geymdar á. Þær voru fluttar þangað af pundareikningi Bjarna í Glitni 12. september. Daginn áður höfðu peningarnir verið í fjárstýringakerfi Glitnis þar sem þeir höfðu verið geymdir frá 28. ágúst. Þaðan höfðu peningarnir verið færðir af pundareikningi Bjarna en höfðu áður verið á pundareikningi Eignarsýnar EHF sem í eigu Bjarna sjálfs. Upphaflega greiðslan frá Baugi Group framkvæmt 27. ágúst og nam þá röskum 23 milljónum króna. Í skýrslunni fjallað háar millifærslur fleira fólk sem tengist Glitni. Meðal annara Einar Sveinssonar fyrrum stjórnarmanns í bankanum. Einar færði tæpar 170 milljónir króna af reikningi sínum í Glitni inn á reikningi í Noregi, 5. 25. september. Sérstök athygli vakin á því í skýrslunni að fyrrverandi stjórnarmaður í bankanum taki svo háa upphæð út úr honum 2 virkum dögum áður en bankinn var ríkisvæddur.